Det kan jeg ikke nå. Bevinter. Jeg get den. Velkomin, á fyrsta eiginlega fræðslufundinn. Fyrsti var síðasta föstudag og það sem að stjórnir litri í Horn, lifrarfræðslufundi, en þess að fyrsti eiginlega fræðslufundurinn sem glæsilega satt. Hans að læra á nýja sem að mjög gott, það er alltaf eins og síðast. Þess að vorum við síðast, en þið allir Helgi, var ekki Bjarki? Jú. Alltaf tala hér fiskifólk. Spál. Góðan daginn. Ég er vantilega allir í mér, það er ekki alltaf það er búið helminga sali. Það er hann að segja. En þetta smá sjúkratilfelli sem að sameiginlegt ekki með bækluna og við erum á því að það verður sneið 7. ársins síðastliðinn. Og þetta er fréttin í MBL. Húðin flettist af frá axla upp að hné. Þetta er 64 ára gömul kona og Sigrún Erla er að koma heim úr vinnu í rútu, er að fara út afturhurðina. Bílstjórinn sér hann ekki, lokar hurðinni, keyrir af stað. Hún dettur og lendir með báða fótleggi undir afturhjóli. Er með áverka báðum ökklum og stóra skurði 20-30 cm langa á vinstra fótlegg. Þetta er sem sagt frekar alvarlegur áverki. Þetta er degloving, kramningsáverki. Þetta er eitthvað sæmt. Já. En það er mikið, brotin þykja stöðu en það er náttúrulega að gera þessum sárum. Tekinn á kvöldstofu á Hlistar 7. og það er hreinsuðu, lokuðu og setti gips. Það er láta þroska. Náttúrulega skoða hvernig þetta þroska. Svona lítur þetta út 2 daga síðar. Það er búið að gera heilmikla aðgerð þess að sauma þetta saman. Það lítur ekki feitt rosalega vel út, en það búið að þroskast, sjá til. Svona lítur þetta út 12. Þannig sjáum við talsverða. Það er spurt köttu sem er svo sem ekki óvinlega. En það er ákveðið að taka þetta til frekari aðgerða sem við og gerum. Og þetta er þá 9 dögum eftir slysið, þetta er annan aðgerð númer 2. Þá er þetta svæði greinilega alveg orðið andónýtt. Nú, við veitum ekkert með kantana hérna í kring, svo. Þetta er stórt svæði að fram að bíða aðeins og setja á þetta vakt. Og fylgjast náið með þessu. Þetta er aðgerðalýsingin sem er svo sem myndin sýnir eiginlega allt sem þarf að segja. Og hér byrjar sagan það sem Keresis kemur inn og það er kannski ágætt Bjarki að þú segir bara frá því hvernig tengslin urðu. Ég var nú bara í grindinu á tele þegar ég fekk SMS. Keresis sem
Ég tengdur fjölskylduböndum og fyrir hvort að þeir ætla að koma til máli, þá hafði komið Fertrandt séð þetta í blöðunum og þau buðu fram aðstoð sína. Já, svo það var svo sem meira. Flott, og þannig að við fáum leiðbeiningar, þannig að þeir bjóða til að senda okkur fiskirót til að hjálpa okkur með þetta sár. Og hér kemur bara uppskriftir, 2 lög af keresis, djúpt vatn, klippa og nota míkró. Míkró sem sagt fiskirót í duftformi eða sem sagt kurlað. Og svo þetta eru bara leiðbeiningar bara. Svo ætla ég að sýna ykkur þetta vídeó. En það eitthvað af herðinu var náttúrulega 4, en það vilaði þetta. Það kannski að kveikja þetta gulla. Kerecis omega-3 is an intact fish skin graft from sustainably sourced North Atlantic cod from Iceland. Kerecis is approved as a medical device in the United States, Europe, and select Asian countries to help support tissue regeneration. It is the only fish-skin medical device company in the world. Kerecis omega-3 can be used on a variety of acute and chronic soft tissue defects. Rehydrate the lyophilized fish skin with sterile saline solution before use. This allows the product to conform to the wound surface. Kerecis fish skin is a strong and robust graft, making it ideal skin replacement. The preserved natural 3-dimensional structure and chemical composition of the skin graft are similar to that of human skin. This provides a structure for tissue regeneration during the wound healing process. Regardless of the type of wound, debridement is a crucial first step to return the wound to an acute stage of healing and Kerecis to contact the viable tissue bed. Its mechanical and bacterial barrier functions reduce the likelihood of wound infections. When hemostasis begins, the natural elements present in Kerecis fish skin grafts assists in the activation of platelets. This is followed by the release of key platelet-derived factors that start the wound healing process. The natural structure and the preserved elements of Kerecis fish skin supports the transition from the inflammatory to the proliferative phase. The ideal pore size of Kerecis omega-3 enables rapid ingrowth of fibroblasts and blood vessels. These constitute the granulation tissue that builds up and subsequently integrates the Kerecis fish skin. Enhanced granulation with subsequent skin closure is the target of treatment with Kerecis omega-3. Rapid granulation can cover vital structures, prevent necrosis, and support the migration of epidermal cells across the granulation surface. This enables single-layer coverage. The ideal outcome is a patient whose wound has healed with minimal contraction, so the tissue is pliable and fully functional. Fyrst afsökun á hljóðinu, það eitthvað bilun í kerfinu sem við þurfum að laga. Við hljóðum sjálfu. En þann 28. það eru 13 dagar eftir slys á ákveðan að fara með ferun í aðgerð og setja þetta fyrir til jól. Við erum búin að vera með vaktsögun í 4 daga og það öðruleiti vel. Og við bíðum bara eftir byrjunum. Þetta þá aðgerðin og við sjáum að þetta náttúrulega hefur versnað til muna. Þetta fyrsta skurðin. Hér sjáum við að hér allt bara dautt. Og það ekki lífvænlegt þessi útliti. Þannig að við ákveðum að gera þetta allt saman burtu. Það lítur ekkert. Jú, maður sér alveg þetta ekki lífvænlegt, en þetta samt svona smá vonir. En Má spyrja einu einu? já, Það fyrir leikmann, já þetta lítur á bleikt og fínt út, en þetta dautt. þetta dautt. Þetta náttúrulega dautt. Það getur svona verið villandi. Við sjáum að þetta náttúrulega versnandi allar hringinn.
þarna sér þetta alveg. Þetta allt þaukt. Þannig að við tökum þetta allt saman og reynsum allan byggðan vef. Þá fer þetta lítið svolítið út eins og þarna hægra megin á myndinni. Og við reynsum allt sárið og fáum þá þess að lífvænlegan vef í botninum og þarna byrjum við að setja í þetta kurl, eða þess að fiskroð sem er kurlað, sem heitir mikró. Þetta ekki leyfilegt hér á landi, en það er ekki Bandaríkjunum, en það er ekki notað í tilraunaskyni, segja einhver. Þetta er að fylla út, það er svona djúpa bólur hérna sjáum við setjum krullið hérna í djúpið og þetta er áallt að hjálpa okkur að lyfta vefnum og slétta. Og þarna tökum við fiskiroðið, þarna er flaggið sjálft. Snýðum flaggið og við skerum í það. Þetta er mjög þéttir möskvar í þessu og það veitir ekki af heilmiklu magni sem byrjar með. Og þetta er þess að heftað við hótið. Og svo setjum við mepithel eða silikón grísju hérna á milli. Og þarna er fisksalinn mættur, hann hægra með hann á myndinni, fylgist vel með. Og síðan setjum við náttúrulega vakk, dælu og sog. Og erum að 125 mínútur. Í þrýstingi, í negatífu þrýstingi á sárið. Og síðan er aðgerð númer 4, þetta er þá 19 dögum eftir slys. Og svona, þetta er eftir að við erum búin að leggja fiskroði. Fiskroði er búið að vera þarna frá fyrri aðgerð. Þetta er, umbúið þar að, þetta er silikongresja. Og við sjáum að það er svolítið svart og svolítið skrítið að sjá hérna undir og við erum ekki alveg viss hvernig gengur. En svona lítur þetta út eftir fyrstu fiskiroðs meðferðina. Hér sjáum við þetta sinur hérna í þessu og það er einhver vefur sem er lágvaxamur en við höldum áfram. Og við þúum sárið náttúrulega með betadíni. Betadín skemmir ekki granulationsvef, skemmir ekki fiskiroð. Aðalatrið er að halda öllu alkóhóli og spritti frá þessum sárum. Meiri segja frá húðinni sem er verið að taka í skinngraf. Þetta sem sagt skemmir ekki, þetta hjálpar. Þannig var þóskurðin og þetta er bara undirbúið aðgerðina og þarna setjum við aftur fiskiroð. Aðra umferð, mikil blæðing, það vegna að gera alltaf dauður vefur þegar við skárum í burtu. Meiri debríflóng og höldum síðan áfram og setjum fiskiroðið á aftur. Og síðan aðgerð 5, 38. cirka 3 vikur frá slysinu. Svona lítur þetta út þegar við erum aftur á skurðstofuna. Þetta er silikongresja, við erum bara að taka hana burtu og aftur sjáum við já, þetta er svolítið svart og við veitum ekki alveg hvernig þetta er og við erum ekki alveg viss hvernig árangurinn þetta er, en þegar við skoðum myndina og flettum silikongresjuna frá, þá sjáum við hvað þetta er mikil granulation hérna. Það er að fyllast alveg upp. Og hér upp í skurðinum settum við þetta kurl þarna fyrst, sem kallar mikró. Þarna þetta er þá, já þetta er sem sagt þessi aðgerð, við erum að taka burtu silikongresjuna. Það var eiginlega þarna sem vorum svona að velta fyrir að setja transplantandið, en þá var hann komið með Clostridium diff. Já, síðan fekk sjúklingur Clostridium diff og við vildum ekki vera grann. Það er eiginlega næstu en svona lítur þetta út. Þetta er 2 fiskiroðs meðferðir og við sjáum þetta er mestu innkostur inn í húðina. Hér sjáum við svolítið lög af fiskiroði. Það er ekki alveg fast við en er að gera sitt gagn. Í rauninni þessi fiskiroði gerir það bara býr til svona stillansa sem að síðan frumurnar vaxa upp í gegnum og raða sér inn í þennan struktúr. Svo sýnir ykkur mynd líka svona af bara venjulegar húðar og fiskiroð svo eftir. Þannig að þetta lítur miklu bestur út. Þá ákveðum við að gera 3. fiskiroð álagningu. Aftur búa við þetta í betadíni, það skemmir ekki. Þarna setjum við 3. fiskiroðs ásetninguna. Og í þetta skipti þá er þetta fiskiroð svona fenistreð. Þetta er svona eins og net. Og þess að varan er svona. Og á þessu stigi þá er þetta sem sagt mælt með að við notum fenistreðar róð. Það er aftur sett í skurðinn og
hefta þarna allan hringinn. Svona lítur þetta út. Þetta er sem sagt fiskiroð. Þetta er 2 stór net. Og lýsingin er sem sagt mjög góð. Grænlandssjón fiskiroða nánast allt inkorporerað í blóðríkan Grænlandssjónsvef. Allt veginn með betadíni. Sárið er ekki sýkt en hann svolítið roði húsvæði medialt sem var mjög marið frá upphaf. Mjúkæfjasýkingi í því, en ekki sjálfur náttúrulega sárinni. Við höldum bara áfram. Og þetta er þá aðgerð, þetta er númer 7. Við ætluðum að klára að setja sem sagt splittgengraft, en þá var sjúklingurinn með C-diff og við ákveðum bara að gera það ekki. Ég held að það og bíða aðeins. En þið sjáu þetta er orðið mjög hreint og lagt vel upp. En ég setti bara vakka á þetta. Og þá kemur 8. aðgerð 13.9. Fiskisalinn er mættur aftur. Svona lítur skurður þegar hann undirbúa aðgerðina. Þið sjáu þetta er mikil grafur hérna. Það er alltaf fyllast. Og sílikongrísin er tekin. Það er að taka sílikongrísinu og sjá að mjögurinn er mjög fínt. Það er svona ákveðin blákar sem eru kannski ekki útframlöfn. Og það er upp í kantinum. Þetta er sem sagt vefurinn áður en við leggjum. Það hafi standað við að gera venjulegt splittgengraft. En kosturinn við þetta er að sem sagt Grænlandssjónsvefurinn, hann er búinn að alveg vaksa alveg hálfan sentimeter eða meira. Þannig við erum ekki að leggja splittgengraft beint niður á vöðva eins og við stundum gerðum og niður á einhverja fitu og allt mögulegt. Þannig þetta er rauninni bara byggir upp allan grunninn fyrir epiteliseringu. Þarna erum við byrjað að ráða splittgengraftinu á. Þetta er sem sagt, nú er þetta ekki fiskiroð, þetta er álfur eða sem sagt húð. Þannig erum við bara að ráða þessu á. Og í lokin þá settum við síðan okkar mikrókurv, líka fiskiroð, sem við setjum bara ofan á. Það liggur bara á milli möskvana. Það sem er búið að ráðlagt að passa bara að fiskiroði færi ekki undir húðina. Það var bara að leggjast utan á. Og svona komplementera graftinu, en ekki vera á milli grafts og Grænlandssjónsvefsins. Þetta er bara verið að setja sílikon grísunni yfir. Þetta er mebitel eða mefilex eða eitthvað sliðs. Þetta er sem sagt sílikon. Nú, það sem er svolítið merkilegt að það sem fiskiroð gerir líka, það græðir náttúrulega dónorsvæðin. Og eins og margir hér flestir vita að það sem sjúklingarnir kvarta mest yfir, það er frá óþægindum á dónorsvæðin. Bæði verkir, kláði, alls kyns óþægindur. Og þetta er svolítið tíma að gróa, en það sem við heyrum er að dónorsvæðin eru þægilegri sjúklingar kvarta miklu minni verki og ég held að það hefði alveg verið tilfelli hjá henni Sigrúnu. Við náttúrulega spurðum hana ítrekað. Og hún kvartaði ekki mikið. Það var allt annað líf, þessi dónorsvæði. Hún tók graft af sitt hvoru megin og reyndum að hafa þetta svona anterior lateralt á lærinu. Og náttúrulega þetta liggja á grúi þessari aðgerð. Við vildum ekki taka húðina hérna frá aftan á lærinu þegar það er svo erfitt að sitja á dónorsvæðinu. En ég er búið að setja vakkið sjá að það er þetta svart og hvítt. Það var bara hvítan svart í þessu tilviki og við áttum ekki nógu mikið hvítan og svartan. Og svo setjum við hér. Þetta er fiskiroð á dónorsvæði. Við erum bara eyjum og við heftum þetta á dónorsvæði. Það setjum margir kveljur. Ég ætla að setja hefti í dónorsvæði, þannig að það er svo sárt. Það var ekki sárt vegna þess að það sem breytir öllu, það er fiskiroð. Ef fiskiroðið er yfir skurðinum, þá virðist það einkennin bara miklu minni. Svo setjum við bara svona einhverja fínar grísur og sáramóttökunni. Bíótan, já.
Hérna hjálparfólkunum, flottur. Og við erum að skoða skurðinn þá eftir eftir graftinn, eftir þess að split skin graftinn ofan á 3 lög af fiskiróði. Þetta þá fyrstu niðurstöður, sjáðu hérna að hún axin við og korpuröður snett. Nú split skin graft, þannig að það tekur aldrei 100%, en þetta alveg 80%. Það þetta löngu eftir graftsefni. 66 vikur. Þetta voru ekki 4, Óli var að fara til útlanda og nefndi ekki að bíða. Nefndum ekki bíða. Það eru 4 dagar. Það er sumir sem mæla með viku en við nefndum ekki að bíða í viku. Og Óli var að hafa útlanda. Þetta er allt þess að prófið við grannlagsað vefið. Þetta lítur mjög vel út. Þetta er ekki alveg búið. Þetta líka. Þetta er svona svæði sem er svolítið erfitt að vinna með. Þetta er mjög vel tekið, þetta er náttúrulega ekki alveg gróið. Þá setjum við bara aftur sílikongrísur yfir. Aftur færa þetta fína bíótan og þetta er náttúrulega bara að gera sárumáttöku, það þarf ekki lengur skurðstofu. Þarna Sara Sára. Þetta er flott mynd af henni. Það er með þetta. Svona lítur dónarsvæðið út. Þetta er bara fiskiróðið sem er í þessu. Það er bara innkorporað inn í allan vefinn. Þannig að þær skríða þá upp í gegnum moskvana og svo fylla inn í öll götin. Þarna er fiskiróðið bara alveg fast við. Þú þurfum að taka heftin, þannig að þetta græðir inn í sjálfan sjúkling. Þetta er orðið á 2009. Sjá þetta að þróa. Þetta líka. Og svo er svona bíótan á Dónasvæðinu. Þetta er þá 24.9. Og Dónarsvæðin heldur áfram að þróa. Þetta er alltaf betra og betra. Þetta er allt búið. Asparnir og búið að koma í Sulvík. Það var nokkrir blettir hérna sem er beint niður á vefinn sjálfan. Silikon og epithel. Svona leit þetta út 54 dögum frá slysinu, 30.9. Eða 41 dagur frá því fiskiróðið var fyrst lagt. Og þið sjáum þetta er allt alveg. Það er að segja stóðið frá hákarnar tekið frá deilt úr löppinu. Það fylgst alveg út, þetta er alltaf symmetrist, en hérna áður fyrir þá var ekki þessi fylgning sem við gáttum fengið í sökkútan vefinn. Þannig að þetta er alveg undravert hvað við náum að byggja lag af sökkútan vef undir skinnkrafti. Þetta er svona 80-90, eða svona 80%. Síðan epithel-frumur eftir bara að skilja þetta undir alltaf. Ára. Hún er komin núna hún er útskrifuð og er núna í skipningum á Egilsstöðum. Og þessi mynd bara sýnir hvernig þetta er bara flagg, þetta er stórt flagg hérna. Það er verið flagg sem að hættur út í búð. Það er sem sagt á þorskinni. Það sem er gert er að allt hérna reistrið er hreinsað og allar frumurnar fjarlægar. Við sjáum því sko mikróskópinu hvernig þessi stillansar er. Þetta er bara svona stillansar svona húðina þannig að frumurnar koma hérna neðanfrá, svona blóðrásnef og skríða hérna upp. Og það var svolítið minnst að þetta á vídeóinu þessum að skríða hérna upp. Þetta síðan einhverja immunoverking á fíbroblastum. Sem að mynda þessu, en hér sjá að þetta eru fíbroblastar sem að skríða inn í leikun.
Og þetta sem sagt bara mynd af vörunum. Þetta netið hérna og setja hérna hefta við ákveðin sár. Þetta svona nákvæmlega sem við vorum að gera. Fiskurúðið teygjanlegt. Það kemur svona eins og í harðfisk, þetta eins og harðfiskur í pakka. Svo bara bleytum þetta með saltvatni og þá þetta allt í einu svona teygjanlegt bara eins og húð. Og þetta verið að búa til sem sagt lessi og við notum þetta í splitskyngrafta almennt. En reynslan svo að við eyðileggjum messarana. Þetta svo hart í rauninni að þeir eyðileggjast. Þannig að við erum að skera þetta bara í versmiðinni með sérstökum græjum til að búa til tennisstýringu og net. Því að annars myndi eyðileggja þetta. Frekar bara geymum þá til að nota á sjálfa splitskyngraftana. Þetta svona vísindi. Það verið að bera saman fiskikraftinn og þetta sem sagt nautakollagen sem verið að nota stundum. Fiskikraftinn í appelsínugula það að vinna alla keppnina. Ég sé að aftur Matrix. Þetta fiskihúðin hér og venjuleg húð svona. Þetta ekki óhúð. Þannig að alla frumurnar og fíbroblastarnir og allir þeir bara skríða hérna upp og finna sér fyllu hérna á hólum og hann bara virkað gróandi. Þetta sjá, þetta ekkert óskilur. Bæði dermisinn og epidermis. Þetta samanburður á venjulegri húð og fiskihúð. Það allt saman í þessu kollagen, elastín, laminin, fibronectin, protein, glíkans og lípíð. Engin omega-3 í annar húð en það omega-3 í fiskihúð. Líkur að gera eitthvað. Þetta aftur bara myndin af fibroblastarnir eru merktir og túrasett og taka mynd af pröfunum að spila inn í matinn. Og aðalkokkurinn það náttúrulega Bjarki í miðinni og hann með tvo hjálparfólka. Ég var með Óli hinum megin. Og svo náttúrulega sérstaklega þakka til Kerecis, þeir lögðu til allt efni og mann þess að leiðbeina okkur í þessari fyrstu meðferð hér á Akureyri. En ekki til allra á bráðamóttöku, skurðstofu, allra á skuldtöld, allra á sjávarmóttöku. Það er gríðarlega marga til þess að gera þetta. Þetta ekki bara, við getum ekki kokkað þetta bara 3. Það er mikið starfstíð. En hún sem sagt útskrifuð með heilan fót og bara hæst ánægð með þetta. Það var spurningar. Takk fyrir þetta. Frábært að sjá og skemmtilegt að sjá eitthvað svona nýtt sem virkar alveg gífurlega vel. En bara ein spurning. Hvað verður fiskgröf? Ef maður tekur vef eftir 2 ár, það fiskgróðið ennþá á staðnum? Það náttúrulega engar frumur í þessu, þetta er bara strúktúrinn. Í rauninni þetta bara sem greind og svo hún bara inkorporerast inn í allan subkútan vefinn og verður bara hluti af húðin. Þetta er bara algjörlega, það er engin aðskilningur, þetta samlagast algjörlega. Og það sem okkur var náttúrulega merkilegt að fyrsta lagið af fiskir og það bara festist hann inn og svo náttúrulega horfðu á ábyrgði. Þetta getur ekki verið og svo leit þetta ekki rosalega vel út á öllum köflum og sé hvað hann gera. Hann skar þetta burtu og nei, þetta er það. Svo komum við aftur og þá bara það sama, það bara þykknaði slagið. Aftur fram, hvað fiskir þú að gera? Þetta getur aldrei gróið svona. Nei, þá það segja sig, þriðja skipti setjum við netið. Og næst eru við skoðum, þá var allt netið bara algjörlega inkorporerað inn í grannleifsvefi.
Þannig það var alltaf hægt að sjá neitt merki fiskirófið. Það var engan granulation. Þá er með næstu fylgjspurningu af þessu. Hvað með ofnæmi? Þetta góð spurning. Einhverju hlutu vegna þá hefur ekki verið rannsóknir að neitt ofnæmisreaksjón. Engin viðbrögð við fiskiróði sem slíkt, og fiskiofnæmi ekki alveg óþekkt. Hún náttúrulega, fiskiróði alveg hreins af öllum frumum og það virðast ekki vera einhverju hlutu vegna þá eru bakteríur sem að það vilja ekkert fjölga fyrir ykkur. Þannig að þó að þessu framandi prótín þá virðist ekki myndast ofnæmisviðbrögð við þessu. Já, myndast ekki ofnæmisviðbrögð. Það er bara að búa eins og vel eitthvað allar frumurnar úr þessu. Lesturinn, þetta rosalega flott hjá okkur og heillandi. Ég hef veltið fyrir mig, þetta í fyrsta sinn á Íslandi sem þetta gert? Í Íslandi, þessi skipti á Akureyri. Það hefur eitthvað verið notað á London, ekki. Eitt tilfelli, slysið, bruna rafmagnsslysið. Já, það var Ísfirðingur sem að einmitt, ég held að það slegið út rafmagninu hjá þeim, í Keresis, þegar hann slasaðist. Og hann fekk alveg ótrúlega bata, söður, og Keresis. Það mynda á honum í flugvöldunum Keflavík, þegar maður lappa á ganginn, þá mynda á honum. Já, þetta er á ungbarni. Já, þetta er ungbarni. Og hann var mjög illa brenndur. Og ég skilja sig vel. Má segja, Sáramóttakan hefur haft pínlítil svona frímerki og verið að nota í dálítið tíma. Það hefur ekki verið svona stórir áverkar. Við höfum sett þetta á svona amputeraða fingur þegar menn fara að slá á vorin og þannig að það hefur komið bara mjög vel út. Það hefur komið vel út líka. Já, mjög vel. Saman þá ekki. Þannig að við höfum ekki verið með svona stór. En ég held að þegar maður er búin að sjá þetta dónarsvæði, þá held ég að þetta sé bara standard of care að nota þetta. Það sé ekki spurningur. Þetta kostar náttúrulega dálítið, Við fengum þetta allt ókeypis, þetta ábyggilega einhverjar milljónir í þessu, Þetta er gamalt trikk, fiskiskatturinn. Já, bara til hamingju, gaman að sjá þetta. Þú lendir hérna áðan að þetta duft væri ekki skráð, þetta er bara í Bandaríkjunum. Í svona kringumstæðum er þá væntanlega sjúklingurinn upplýstur og skrifar undir að þetta sé notað í tilraunaskyni og svona. Já, hún sagði reynda bara já við öllu, við létum hún ekki skrifa undir neitt. Nei. En ég er búin að sækja að fá að hafa þetta hérna til Lyfjastofnunar eða hvað það er í duftið og skinnið. Já, duftið og skinnið. Skinnið er náttúrulega leyfilegt, en það er þetta mest skinn sem er ekki leyfilegt. Þannig að við fáum þessa vöru, Keresis er búin að samþykkja það að vera bara með smá lager hérna sem við borgum svo bara eftir því sem við notum. Þetta sem við séum þessum að hálfu ampúteraði gegnum alla nöglina og það bara búin til einhver lítil grind þess að úr einhverju plastri, þetta silikon, svo bara sprautað inn í þetta mikrokörl og fingurgómur hann vex aftur. Hann bara stækkar alveg upp í svona eðlilegt gildi, þannig að það þykknar alveg bara svona og sjúklingurinn nánast með eðlilega putta eftir. Ég er ekki með myndir af þessu en þetta er rapportið og case. Það er kannski varðandi notkun á öðru yfirborði, innra yfirborði, slímhúðum. Hefur þetta verið prófað? Þetta er náttúrulega... Ég held að þetta hafi ekki verið prófað á með slímhúðar yfirborð, en þetta á alveg að geta virkað eins og hvað annað. Þetta er eins og ég segi, þetta er bara matrixin, þetta er bara scaffold sem að það sem er undir slímhúð til þess að fara síðan að vaksa upp á við. Amastomósur og eitthvað svona. Og við þurfum alltaf að nota og fíbroblastarnir koma alltaf neðan frá. Epitheli kemur alltaf ofan frá, en gróandinn verður út af ekki út af epitheli. Það er bara til að loka sárinu endanlega. En það er náttúrulega slímhúðin hlýtur að geta skriðið þetta yfir eins og hver önnur þekja. En ég þekki ekki tilfelli sem það er notað þannig.
komið á stað. Ég veit að það er að vera að vinna með heil- og taugamönnum og þetta er svona dúra substans, en það er allavega ekkert sem er komið á markað, ég veit ekki hversu þetta er gengið. Hvað sko, ég sá það var að vera að tala bóvæn, sem sagt, hvað er fólk verið að nota, þú veist, þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona sett í sár, eða veistu, þekkjurðu það? Já, það er búið að nota svona sem sagt nauta og Já. svín og Já. það er ekki gengið með svín því að það er svo margir á móti svínum í heiminum. Já. Tekur ekki að taka alla þá umræðu. Nei. Þannig að bóvæn hefur verið að stóta, en það er bara ekki eins eftir. Það er ekki sem ekki. Það er sko hreinsað af öllu sko, þar ertu bara með grindina en hérna ertu með omega-3 með sko, það þurfi ekki að þetta er fiskur. Bóvæn er bara grind en ekkert með nýtt efnum sem að virðast hjálpa þó. Já, þegar það hlýtur að vera, það maður setur svona kurl inn sko, ég meina, af hverju verður þetta allt í náttúrulega substans, það hljóta að vera eitthvað brjálæðislega mikið að signalum sem að líkaminn er að fá sem er ekki í einu skinninu. Þeir segja það að omega-3, ég gerði einhverja tilraun þar sem við vorum með bakteríur og öðrum megin og svo var osmósa á milli. Það voru með vegg, fiskirós vegg með omega og þá tók einhvern x tíma fyrir bakteríun að fórast yfir. Ef við tókum úr omega-3, þá gerðist það miklu hraðar, sko, 3-4 sinnum hraðar. Þannig að omega hefur eitthvað. Ég megin eins og ekki segja því þá er þetta allt í norðið lyf. Það er sér. En þú veist, en hefði þetta sá gróið og venjulegum á, þá hefðu við búist við að sjá þarna djúpa, það er komið þessi fylling. Það er fyllingin sem sem er lykilatriði, eða stórt atriði í þessu. Sjá, þetta er náttúrulega skelfilegt sár og þetta verður bara eins og hákarlabit, sko. Jú, þetta græðir að lokum, en þetta tekur alveg margfalt meiri tíma. Og þú færð ekki þessa Já, þetta er alveg niður á sina. Þetta tekur allar sina. Hreyfast vöðvarnir þarna undir? Já, og meiri segja vöðvarnir hreyfast undir og þeir hafa líka sett þetta á húð á höndum, þar sem sinarnir standa bara út. Og þessi sjúklingar geta notað hendina. Það er margir sem lendi í þessu þegar sinarnar eru fastar í örfu, en hreyfing er preservering með skilós. En fleiri spurningar? Hvernig meitlar þú ferð úr þetta kerfisfræðinni og síðan yfir það sem er fennistrefum sem þetta? Á hvaða tímapunkt ákveður að gera það? Hvað er það sem að... Það var bara komin það mikið grannlagsáskrefur að við þurfum bara að fá minna af fiskivóðu efninu og leifa þessu bara grannar og hérna milli maskona og það heldur þetta áfram. Og svo eins og ég lýsti áðan, þá var þessi hérna net, þetta var bara inkorporerað inn í allan grannlandsvefinn, þannig að neti hvað? Það var bara ennþá þykkari grannlandsvefinn. Það sem við vissum ekki nákvæmlega á hvaða stíði og hvernig, við bara 3 kokkarnir rættum þetta fram og tilbaka og reyndum að lesa eitthvað til og hérna fá ráð hjá fiskselunum, hann var mjög fín, sko. Hann er með ráð í Biomedical Science, aðal svona vísindakallinn hérna hjá þeim. Það er spurningur frá Guðjón fyrst og svo Ingvar. Við höfum fengist við hérna sár skjólstæðingum, sameiginlegum þar sem kviðurinn hefur ekki verið hægt að loka og við erum með graft og vakk og þetta er sko næstu ársvinna sko til að bara loka þetta. Er þetta möguleiki sem? Engin spurning að þetta er lykill í að flýta og græða svoleiðis sár. Þetta er undrað. Ég hef bara aldrei nokkuð að sé sár gróðan. Já, það er bara Aldrei. Og aldrei séð þeir í gróðandegi sem dónarsræði. Og þetta hefur verið aðal martröð hjá sjúklingum. Þetta var bara, maður segir, já hvað, við tókum bara smá splitskinn, hvað er þetta væla? En þetta er hvart að virkilega yfir þessu. Það sem líka komið í ljós er að það sem þetta er gert á krökkum, það er þessi sem búin að gefa þetta svona efni til Afríku, það sem eru krakkar sem eru lent í brunasörum. Það er mjög erfitt að meðan krakka með brunasvæði á læránum, því að krakkarnir getur ekki sagt hætta að klóra í þessu. Þannig að krakkarnir er bara alltaf að klóra sér og
það verður bara krónískt sár á dónarsvæðan. Með því að leggja fiskiróðu yfir, þá hættir kláðin og hætta verkirnir og þá þetta ekki vandamál lengur. Þá eru krakkarnir ekki að klóra þetta allt upp og síkja þetta og það alveg umblóða. Ingvar? Takk. Það er fýtt fyrirlestur, ekki vandamál með það. En vandamálið með hennar skjáðan, hann alltaf lágt. Það sér ekki til að það frá. Já, hann lágt. Já, og maður hækkar feld. Og þú erum að laga hljóðkerfið. Það er búið að vera bíla. En er ekki bara hérna tvöfalt við þess að skjárin og hátalarkerfið? Nei, við pröfum. Það var ekki? Já. Þetta er þessu rafmagnsstöð. Það vantar eiginlega inn í þessa slæðu samanburði við bóvín húðina. Það sjá að það vantar það kollagen sem er ekki það eins og hinu. Það er bara kollagen sem er í nautagráðan og þeir eru ekki ódýrir heldur. Og við gerum nokkuð pillunum með nautakollagen í Herníuviðgerðum á sín tíma en kostnaður við að framleiða þetta var svona margalega mikið. Það er eiginlega gott fyrir. Jæja, takk fyrir það.